Ég kynntist Helga 87. Þá var hann að leika í uppsetningu Leikfélags Reykjavíkur og Djöflaeyjunni, byggt á bókum eftir mig, í Skemmu vestur í bæ. Og ég fílaði strax Helga, þetta var góður leikari, frábær leikari. Og með mikið svona vestfirskan kraft sem ég þekkti minni fjölskyldu. Þá var hann líka farin að verða vinsæll popsöngvari með einhverju hljómsveit, en mér fannst minna var ég það. En seinna þá átti ég eftir að heyra hann á minningarkvöldi sem var haldið Dean Martin heitinn. Og þar kom hann og söng svona slagara, hann var svona krúnsöng. Og það fannst mér algjörlega stórkostlegt og sagði við hann þetta átt að gera á þínum karriér hér eftir. Við vorum samtímis í Berlín fyrir eitthvað 10 árum. Þá var í gangi heimsmeistarakeppni í fótbolta þessum stundum. Og við hittust flesta daga og fórum á eitthvað krár og horfum á leikina. Og þetta var oft úr þessu mikið skemmtun. Seinna kom fótboltafélagið mitt sem heitir Lunds United til Berlínar. Þá var hann að reka þetta stóra Admiral Palast í miðri Berlín. Og hann fór með okkur allt hús og sýndi okkur það. Svo var einhver starfskona þarna í húsinu sem að þekkti hann ekki, eða vissi ekki hver hann var og var eitthvað að spyrja hverjir eru þið þegar hún sá þennan hóp ganga hann leyndustu afkima húsins. Þá sagði Helgi, I'm the fucking owner. Það atriði sem að hann hefur leikið sem að mér finnst held mest upp á, að það að hann leikur föðurinn í þeirri frábæru kvikmynd París norðursins. Það gera hann alveg stórfenglega. Ætli uppáhaldsplöturnar sé ekki þegar hann að syngja gömlu íslensku dægurlög. Ég tek ekki þar eitt sérstakt út. Kannski besti vinur bak við fjallið háa. Já, til hamingju með afmælið Helgi.